Já, Suðurland FM á þriðjudegi, það 2. maí í dag. Veiðisport á Selfossi fagnar í dag 30 ára afmæli, hvorki meirinni minna. Og Gústi Mortens, hann á línunni, sæll og blessaður, meistari. Komdu blessaður. Og til hamingju með daginn og barnið. Þakka ég kærlega fyrir. Þú ert búin að hugsa vel barnið? Jú, það má segja það sé búin hugsa það vel. Já. Það, eins og segir, það hefur þroskast og dafnað. Heldur betur. Ef við förum 30 ára aftur í tíman, þú ert náttúrulega með samkvæmlu veiði gen í þér. Jú, jú. Var þetta alltaf á borðinu að opna verslun eða? Nei, þetta var nú svolítið merkið hvernig þetta var nú til. Sem sagt, ég og Bjarni Olsen, við vorum búin að læra að hnýta og allt í kringum það og fórum svo á kastnámskeið og lærðum að kasta flugu. Og svo eiginlega sáum við það að hér var ekkert sem að var sem sagt að sinna því hvorki fluguveiðin skal ég segja flugum. Þó svo, jú, það hafi verið búðir hér sem náttúrulega voru að selja veiðivörur, en kannski ekki eingöngu í fluguveiði, meira í spúna og mask. Já. Svoleiðis að við ýttum þessu úr vör, fengum leikt hjá Páli Árnasyni, herbergi, eitthvað 40 fermetra herbergi og sem átti náttúrulega verða okkar framtíðar pláss. En það einhvern veginn sprengdi utan af sér, þannig að við fluttum ofar á Eyraveginn og við erum búin að vera í því húsi sennilega í 25 ár. Jaha. Vorum hjá Páli ábyggilega í 5 ár. Og byrjaðu þá fyrstu vörurnar sem þú seldir, voru það þá flugur eða hvað? Já, það má segja að það hafi verið allt til í flugunýtingar. Og ég man það að fyrsti dagurinn okkar voru eitthvað tæpar 3.000 krónur. Við vorum mjög ánægðir með það. Já. Hvað hefur breyst á þessum árum? Eitthvað sem hefur breyst í veiðinni? Jú, það má eiginlega segja að fluguveiðin eiginlega alveg að taka yfir. Já. Því að það var svona fyrstu árin þá hafði maður ekki undan að setja segurnagla og nælur og maðkakrók og svona það og sökkur, maður var alltaf að fylla á. Já. Nú heyrir þetta bara orðið til undantekningar ef það þarf að fylla á, sko. Já. Ert þú að hnýta sjálfur í dag eða? Já, aðeins svona. En það eru þetta fjölmargir sem eru að hnýta í dag. Þetta orðið svo stórt sport. Já. Það svolítið þannig. Þetta voða mikið það að menn séu saman, einhverju 2, 3, 4 og að hnýta saman og náttúrulega segja sögur og hafa gaman. Jú, lega sögur. Já, jú. Alltaf verða þeir stærri og stærri. Já. Og einhver tíma var mér sagt, skal ég segja þér að það var maður að veiða og hann hafði áhyggjur af því að skal ég segja að hann fengi aldrei stóra fiska og hvernig hann gæti farið að fá stóra fiska. Já. Og þá sagði viðkomandi, farðu og sjáðu fiskpressis. Já. Nákvæmlega. Já. Aðeins talandi meira fluguveiðina, þetta svo skemmtilegt sport. Eins og með vorveiðina, hvaða flugur eru helstari á vorin? Nú, menn eru voðalega mikið að veiða á strímira. Já. Sjóbirtingin og bleikjuna. Það strímirinn er mjög, sem sagt, mjög góð fluga í sjóbirting og svona inn í vatnum. Nákvæmlega. En 30 ára afmæli, þetta stór viðburður, þú ætlar að vera með 30% afslátt í dag, takk fyrir það. Já. Á öllum vörum? Já. Hvorki meirinni minna. Og ég sá nú hérna á netinu að þú ætlar að vera með köku. Jú, það kom nú hérna klukkan 10:30 í morgun og þá var bara komið fullt af fólki á húnið, þannig að kakamaturinn inn og það var eins og ekki búið að hella á kaffi þegar allt byrjaði,
En eins og segir, þetta bara gaman og skemmtilegt og vonandi koma sem flestir. Já, og þú verður að þessu á meðan þú getur. Það ekki? Já, svaraðu nú. Já, það náttúrulega eins og segir, sko, við erum að eldast og okkur náttúrulega langar að fara að taka frí. Já. Og við erum búin að vera að reyna að selja og ef að það gengur ekki eftir þá hugsa ég að við lokum með svona haustinu. Já, það bara þannig? Já, þetta er orðið gott. Tölum bara hreint og beint út? Já, og hérna skal sér okkur langa bara að fara að njóta sólar og fara hérna, hefnum við ekki komið held ég til Akureyrar síðan 83 held ég. Nei, hver anskot. Já, og við höfum aldrei farið yfir Kjöl. Það hafa nú alveg komið tíma á það. Já, þannig að þetta fer að verða gott. Já, algjörlega. Ég hvet fólk til þess að koma til Gústi, þú ert búin að þjóna okkur öll þessi ár og ég hvet fólk til þess að koma og gefa þér knús. Þú átt að skilið. Takk fyrir mig kærlega. Og njóttu dagsins og til hamingju með daginn. Takk kærlega. Takk. Bless.